Halló, halló, halló. Halló, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Halló, halló, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Halló, 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 halló. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Oké, 1, 2, 1, 2. Halló, halló, halló. Halló. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Halló, halló, halló. Halló, halló, halló. Já, halló, 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 halló. Halló, góðan dag, góðan dag. Halló, halló, halló. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check 1, 2, 1, 2. Halló, halló. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Halló, halló, halló. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Halló, halló.
Já, góða kvöldi, kæra áhorfendur. Afsakið þessa 2F hjá þölunum. Tæknimaðurinn eitthvað að stríða okkur. Við erum hér að horfa á leik Fjölnis og SR í Hersteinn karla íshokkí. Og við sáum hér að SR tapar pucknum inn í sínu svæð og það er skotamark frá Tómas Stúre. Þá taka SR ykkar puckinn, Sölvi. Droppar hann Axel, róa leikinn niður, setur hann Markus. Týr hann upp, gott skot en... og það er rebound beint á Fríanmann í slotturi hér og það er ekki lengi sem að SR... það er ekki langur tími, þannig að SR stimpla sig hér inn í leikinn. 1-0 staðan eftir 50 sekundur og það er... leikmaður SR... Númer 23, Kári Arnarsson sem á þetta mark, sýnist mér. Já. Það er brekka strax fyrir okkar menn. Hér í Voginum. SR vinnur uppkastið. Bjarki leitar að sendingu, finnur hann ekki. Chipar hann Níels sem að dömpa niður. Bjarni fær séns til þess að ná honum hér. Tekst ekki. Erfiðleikar á blálínni, ekki gott svæði til þess að vera með VSN. Bjarki á hér skot á mark Fjölnis, en það er framhjá. Baráttu í horninu. Kristján Hróar. Nei, hittir ekki sendingunni. Emil þarna. Ekki komin alveg nóg langt. Sendingar stilli upp í uppspil. Bjarki finnur þarna sendingu á Björn Róbert sem allar er að finna Pétur en þar var komin Úlfar Andersson fyrir og aftur er hann komin fyrir en þá skautaður upp dömpin í svæði frá SR. Fjölnismenn klúður í varnarsvæðinu, reyna að chipa honum út, tekst ekki. Björn Róbert beint á frænda sín í slottinu sem að setur hann þarna hátt vinstra megin og rétt framhjá. Langt skot af bláu frá SR og Ástralinn sér við þessu. Connor White hinn knái og reynslu Hókni markmaður Fjölnis. Fær hér kennslustund frá Sindra dómara. Aðeins að skerpa á reglunum, alltaf gott. SR vinnur uppkastið. Skot. Beint í markmann. Markus setur hann fyrir, þarna er Styrmir að rýta réttanum á baku markið. Hörbarata í horninu hér, 2-1, 2-2. Róbert lætur finna fyrir sér þarna. Tómas sömuleiðis og þarna var Daniel Steinþór næsti búinn að dansa með hann fyrir framann en Fjölnir komnir hér í uppspil. Kristján Albert reynir að setja hann fyrir en hann finnur ekki mann. SR-ingar setja hann út. Klúðuslegt spil hér í miðunni. Tómas sér auðan ís en Styrmir var þarna kominn í baki ánum en þá er Kristján Albert að fljúga með hann upp. Kári Arnars til varnar. 1-1, barátta. Fjölnir setur hann inn og SR-ingar reyna að byggja upp spil. Hérna er skot sem á að fara, þetta sjálfsögðu átti að vera icing en dómararnir á öðru máli. Bærast puckinn á blálínu og Emil þarna næstu búinn að hann nær honum og finnur leikmann. Lagður við jörðu en þeim verður ekki kapan úr því klæðinu. Þarna var Viktor hinn ungi leikmaður Fjölnis næstu komin í 1-á-móti marki en SR-ingar náði að koma upp vörnum rétt áður. Róbert finnur Emil, snirtileg sending, gott spil hér. Yes. Ekki náðist að setja á ramman þarna en Fjölnir í horninu. Styrmir Mók. Reynir þarna langa sendingu sem að skoppa rétt yfir skilunni á varnarmannum og hér er komin hættuleg sending fyrir. Það er eins og Fjölnismaður. SR-ingar láta puckinn ganga.
Kristján Hróar setur hann upp. Fjölnismenn búin að vera í vandræðum með þessa stöðu upp á síkastið, koma pekkinum ekki út úr varnarsvæðinu. Fyrsta sendingin finnur ekki mann á vængnum eða þá að hann stoppar þar. Bæði lið taka skiptingu, hér róa niður, Kristján Albert stýrir spilinu. Robby Sigurðsson á hér góða sendingu inn á Róbert, finnur aftur Robby en hann var pókcheckaður hann að Ára Hilmar. Lítur upp, sér þarna Kristján Albertin lætur samt vaða á markið og hittir pípuna. Þar voru SR-ingar stálhefnir en ekki skal þó niðra markmanninn sem var vel á verði. Ok, þarna var áhugaverð varnarvinna hjá Hilmari sem Nei, það er víst Kristján sem ætlaði þarna taka pökkinn í lappirnar en endaði að sparki sjálfan sig og seinna í varnarmenn SR. Mögulega ekki til brot í reglubókinni yfir þetta ótrúlega múf, þannig að áframheldur leikurinn. Emil búinn að taka hér pökkinn en 2 gegn 1 náður að komast út. Styrmir sendur á Daniel Steinþór. Snýr spilinu við. Sending fer djúpt í varnarsvæði Fjölnis. Fjölnismenn ekki að ná að tengja út úr svæðinu. Styrmir, fyrstur niður. Emil á blálínni, Róbert fylgir þarna eftir. Daniel Steinþór liggur við en að hver láta gott heita. Kristján Hróar fær hér ferskamenn á ísinn. Finnur tengingu hér á Orra. Hvað gerir hann? Hann setur hann fyrir en Arnar nær ekki að gera sér mat úr þessu. Úlli tók þarna erfiðan valkost. Bökkurinn skoppar illa. Þetta er hættuleg sending fyrir á Axel og Rongan sem hamrar hér í öxlina á Ástralanum og pökkurinn út fyrir vallarmörk. Face-off í varnarsvæði Fjölnis. SR vinnur. Hættulegt hér, var Níels með gott skot en pökkurinn enn að skoppa hér beint fyrir fram á markið og það er algjör þvaga hér í varnarsvæði Fjölnis en hér komaði þó Arnar, kemur honum upp, tekur hér öruggan valkost og hendur honum inn en Fjölnismenn ekki alveg nógu snöggir að koma upp nýrri línu hér og þá er Hilmar mættur inn og saxar niður Níels leikmann Skautafélags Reykjavíkur og uppsker réttmættar 2 mínútur í kælingu fyrir það. Hessingar einum fleiri í 2 mínútur. Emil vinnur uppkastið. Róbert kemur honum á liðsfélaga og þeir lengja hér út. Emil snöggur að mæta og er að reyna að rugla hér uppspil SR í nýminu. Þeir hins vegar með fulla stjórn. Axel slappar af á skrifstofunni. Níels. Hér er Kristján Hróar. Ekki ánægður með að hafa fengið þetta brot en svona eru reglurnar. Þetta var augljóslega ekki maður sem var að fara að ná í pökkinn en fekk þó á sig leikmann og fær þá interference dóm 2 mínútur og þá þyngist enn róðurinn
fyrir Fjölni. Robby, Úli, Kristján. Reynslu hókin lína hér ef línum á kalla. 3 menn gegn 5 í 90 sekúndur. Kári Árnason slappar af og SN-ingar byrja hér að reyna að opna vörnina hjá Fjölnismönnum. Axel kemur í gegn, lætur skotið vaða en það er sama í öxlina á markmannum. Axel aftur yfir á Kára. Axel finnir hér mann niðri sem að kemur honum fyrir en það er í púðan og SR haldur honum inni. Axel finnur hér Styrmi Mokk niðri. Þetta var snirtilega greitt. Einsætt ekki gegn og Styrmir með galopið mark þarna. 2-0 fyrir gestunum og Fjölnir styttir sinn refsitíma tæpa 50 sekúndur með þessu marki en eru enn í brekku 4 á 5 í mínútu 18 í viðbót. Helst til ákæðir mennirnir þykir dómurunum. Aðeins að slappa af. Face-off. Orri ríkur til en SR-ingar ná honum. Robby horfir upp, veit nákvæmlega hvar frændi sinn er og þetta er skemmtilegt uppspil hér. Björn Róbert. Robby. Robby finnur Bjössa. Engin vandræði. Alltaf laus maður. Bjössi. Og hér er sending frá toppnum en hann reynir að finna Bjössa. Það fyrir gegnum Kilvi hjá Fjölnismanni og það er nóg til þess að gefa Conor tíma. Orri fyrstur hér á pökkinn og kemur honum út. Fjölnismenn taka skiptingu. SR-ingar taka uppspil. Björn Róbert gegn Emil. Kemur hann á Robby. Setur hann niður. Það er Pétur Mokk gegn Róbert Frey Pálssyni. Mikil barátta í horninu núna. Emil nær honum ekki þarna. Robby sendur hann hérna beint fyrir en þar var engin. Emil og Björn Róbert að kljást hér en þá er refsitíminn liðinn og bæði lið spila að jöfnum styrk. Og Róbert Frey Pálsson býður hér eftir uppspili og uppstillingu. Finnur Tómas. Hann býr sér til ís hér og hendur honum inn. Vill fá mögulega dóm þarna en fær það ekki. Daniel Steinþór. Kemur honum inn, lætur vaða. Það fer framhjá. Otri hér setur hann djúpt á Styrmi sem að lúðrar honum beint í fangi á Conor. Fristing og face-off. Þetta var málarameistarinn hætt kominn. Einhverjinn átti þarna kjánalegt bounce yfir hann og næstu inn en þetta björgast fyrir horn. SR-ingar berjast hér niður í horninu og hérna kemur chip frá Fjölnismönnum sem nær ekki að fara út. Mikki nær valdi hann niður í horni, setur hann á Úlfar sem kemst ekki í hann og það er 4 manna check hér við battan og hérna í first setting hjá Styrmi fyrir en Daniel Steinþór ekki búinn að mæta nú eftir eftirna. Var ekki að valda þessu. Styrmir. 1 gegn 2.
kemst út með puckinn en þá eru Fjölnismenn að enn og aftur að gefa puckinn frá sér hér í varnarsvæðinu og Styrmir að næstu því spóla sig hér í gegn en endingu kemst puckurinn á Hilmar sem að setur hann í svæði en það er rakleiðis á Kára Atlason sem skauta bara beint inn og segir takk fyrir sig og lætur vaða markið. Þar er hins vegar maður sem hefur málað ófáan vegginn stendur fyrir. Kristján Hróar setur hér sendingu í battan, mögulega örlítið illa tímasett en Emil stjórnar þessu uppspili, býður eftir skautinu hjá Jóhanni, það kemur ekki alveg nóg snemma, þeir eru hins vegar komnir hér bak á markið. 2 gegn 1 og Emil uppsker hér puckinn, setur bílskúrinn í hann eins og hann er vanur að segja, hérna kemur hann puckinum á Jóhann fyrir markið en skotið fyrir Kilvu Essenings yfir. Hart barist hér við battan. Kári rófar hann á hér góða setningu niður sem að fyrir strax upp á Sölva sem er kominn hér 1-1 en Fjölnismenn ná að fjölmenna niður hér hins vegar var Róbert með klórulausa sendingu ef svo má segja. Hún hins vegar komst ekki neitt. Esseningar spila upp. Styrmir leitar hér að Gunnlaugi en finnur bara Úlfar. Níels dempar hann niður. Styrmir Mók finnir Gunnlaug en skotið ekki á ramman. Jóhann Níels á hér gott skot sem að Connor sér ekki af því að hann er með mann fyrir fram að sig og það endar í netinu. Leikur hefur verið fljóta töluvert betur fyrir Esseninga. Þeir eru vel samstiltir af því er verið 3-0 staðan eftir 13 mínútna leik. Kristján Albert ætla sér að fá puckinn en nær honum ekki. Björn Róbert. Robby á hér gott skot en það er Connor mættir hins vegar. Látur ekki skora á sig 2 skotum. Björn Róbert fyrir ekki. Kristján Albert á hér gott chip og Hilmar nær honum. Reynir að finna Tómas en hitti markið. Bjössi ber hann upp. Finnur Robby. Leitar að sendingun og finnur hér þráðinn í gegn beint á killuna hjá Pétri. Hann hefur mögulega ekki búist við þessu því að skotið takk egar. Pétur á hér lítinn puck í svæði. Sending niður. Skrifstofu barátta hér. Daniel Steinþór saumar hann upp úr horninu. Styrmir kallar á cyclið, fær það en það klúrast. Þá er Robby tekur þarna sendingu sem ætti að vera icing en vegna þess að Bjarnamannur maður meinað snertingu þá höldum við áfram. Kári á Daniel Steinþór. Hér hins vegar er Þorgils að setja hann á varnarmanninn. Styrmir á Þorgils. Hann skautar inn og á þarna góða laumu sem fyrir öxlun á Connor. Jóhann með hér bakhandasendingu sem fór í skauta og Essering kom beint í slottið. Ekki akkurat það sem við viljum í varnarleiknum. Viktor niður. Arnar fyrir ekki á Viktor.
Viktor skautar upp. Finnur Arnar, en hann ekki nógu snöggur en Viktor bjargar þessu fyrir hot, gefur pekkinum út. Og skipting hjá Fjölni. Kristján Hróar snýst hér í einn auka hring og Finnur Arnar. Bjarki hins vegar sneggri út og þá eru SR-ingar komnir 2-1. Góð sósa hér yfir á Axel en hann nær ekki að setja hann á markið. Conor var mættur fyrir. Bjarki á Kára. Hilmar nær þarna komur úr jafnvægi en Tómas var þar hinum með hann til þess að stukka honum tilbaka og saman þá hjálpuður honum í gegn. Hér Kári að fá góða sendingu beint í slotti, gjörsamlega óvaldaður en skotið framhjá. Kristján Hróar fær hann að pökk, leitar sendingu, finnur bara Kristján Albert í lappirnar og Bjarki róar þetta niður. SR-ingar spila út. Styrmi Mokk nær ekki þessum pekki en það skiptir ekki máli vegna þess að Jóhann var ekki á réttum stað. Hittir hvorki pekki né manninn. Bara það hér, Emil kemur á miðjuna en Mikael Skúli með manni sér alveg leið. Styrmir hér með góða beygju inn í miðjuna en náði ekki að framhjá Úla. SR-ingar halda enn upp í pressunni. Gefa Fjölnismönnum ekki sekúndu frið en láta þeir skotin dynja á úr öllum hornum. Úlfar velur hér erfiða leið í gegnum Styrmi Mokk sem að mætir honum bara. En Jóhann finnur hér Mikael Skúla með síðist sem fann Emil beint en hann hefur ákveðið að það var ekki bensínsins virði að taka sprettinn. Fær ferska lappir inn á. Róbert finnur Orra. Nær að snúa sér hér út en náði ekki að tengja í miðjunni. Orri liggur hér eftir. Vonum að hann hafi ekki hlotið varanlega skaða en hann augljóslega þjáður. Mögulega mist öndina. Bjarki tekur hér pökkinn hérna alveg upp í hann. Snýr sér og frían niður í horni. Setur upp á Markus sem setur hann beint niður og það er skot og skot og þriðja skotið. Og alltaf ver Conor. Pétur hér með fjórða skotið. Og enn ver Conor. Ótrúleg skothrýð hér að marki Fjölnismanna og lítið svör. Hilmar sett hann hér inn og þessi sending var ætluð Róbert að ég held en hann var búinn að lækka niður gír. Kristján Albert tekur niður í hornið. Reynir hér Chippe Daniel Steinþór stelur honum í loftinu og Úlfar rétt svo passar það að hann komist ekki fyrir markið. Hilmar með sendingu hér í svæði en Þorgils nær að pilla þennan úr loftinu. Barist hér í varnarsvæðinu og Hilmar á Kristján. Búinn að fá mennina í sig. Snýr við. Finnir hér varnarmann. Og Jóhann ítir hér rýtt af Daniel Steinþór og SR-ingar vinna pökkinn. Þorgils setur hann djúpt. Og eldir sjálfur og fyrsti maður í pökkinn. Hér augljóst að Fjölnismenn ekki alveg að fylgjast nógu vel með. Emil les sér leikinn vel en sól á sjálfan sig. Axel hér með ótrúlega sendingu á Kára sem að lætur bara vaða og þetta skot líklega ekki verið talið að farið inn þar sem að Bjallan glumdi leið og pökkurinn fór á spaðanum
En þá er tíminn liðinn hér í fyrstu lotu. 20 mínútur, 3 mörk, öll gestamein. Þá tökum við stutt hér.
Jæja, velkomin aftur á skjánum. Við erum komin að stað hér í aðra lotu í leik Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í Egilshöll. Staðan 3-0 fyrir gestunum og fólk vonandi búið að ná sér í toffisleiki og kakó. Ég er allavega múin á því. Hér eru Fjölnismenn. Skauta inn í varnarsvæði SR. Hilmar dregur í sig menn. Skilpökkin eftir. Enginn með honum á sömu blaðsíðu þarna. SR-ingar eru nú að reyna að byggja eitthvað upp. Þorgils finnur sendingu. Björn Róbert finnur hér Axel og það var Sölvi fyrirgefið en Axel er hér einn og óstuttur inn í varnarsvæði Fjölnis. Emil kemst hér inn í sendingu en þá er Sölvi raglega sem hættur. Emil enda með pökkinn, hótar þarna sendingu í miðuna en setur hann svo á Úlfar sem var óviðbúinn og hér er pökkurinn skoppandi heima hjá SR-ingum. Barast hann hér upp í battan en Níels næra pótanum framhjá og þá er það footrace Níels og Róbert. Tómas vandræðum í hótninu en Emil horfur upp, leitar að manni, finnur hér Kristján Hróar síns mér og hann setur hann á Tómas sem tekur við honum þarna á skemmtlan hátt en nær ekki að droppa hann á Kristján Albert. Pökkur berst yfir og Róbert Freyr fyrstur í hann. Finnur Mikael, hann stenst styrmi ekki snúning og hér er Otri að reyna að bera hann út fyrir SR en það tekst ekki. Hér hins vegar er einhver miskilningur í gangi og SR enda með hann. Pétur sigsakar á bláu línu en lappar svo inn. Pökkurinn berst svo hér alla leið yfir af blári kilvu og við fáum æsing. Óli beinir mönnum hér út úr hringnum, vill ekki hafa það að hér sé einhver inn í hringnum þegar hann tekur uppkastið en beint úr uppkastinu fáum við skot frá Fjölnismönnum á ramman. Eitt af sárafáum sem við erum búin að fá hér í þessum leik. Borgarfulltrúinn Aron Levi var hins vegar vel á varbergi. Hér er Hilmar að berjast, slít sig frían yfir Úlfar. Finnur hér varnamann sem að veldur ekki sendingunni og við erum hér að fá dóm. Það er á Skautafélag Reykjavíkur, fyrsti slíki sem fellir hér í kvöld og Fjölnismenn fá að spreyta sig einum fleiri loksins. Markus Máni hinn ungi fær að kæla sig í 2 mínútur og nú er að sjá hvað Fjölnismenn hafa æft. Úlfar nær ekki alltaf þessu en finnur góða vin sinn Róbert. Þeir byggja hér upp spil. Emil ber hann inn. 1 á móti 2. Hótar skotinu en hægir á. Niður í horn segir hann við Hilmar. Hann skilur ekki neitt enda klæddur í trúðahanska en aftur yfir á Róbert með Emil. Hann reynir að koma skotinu í gegn en það tekst ekki. Ágætt valdapekkinum hér hjá powerplay línu Fjölnismanna. Emil hann reynir að setja hann yfir varnarkilfu á Hilmar. Hann komst ekki til skila en datt fyrir Úlfar. Róbert þarna með illa úthugsaða sendingu. Tómas með gott spil niðri til að vinna tilbaka. Róbert finnur Emil. Klúrast hjá þeim. En reddast.
Þarna vantaði skrefið hjá fyrir landsliðsmanninum og hér Sölvi komin á, nei Bjarki fyrir ekki komin á fulla ferð, spóla sig fram hjá þessum tveimur mönnum á besta aldri. Róbert Kári hefur betur niðri, hann fer hér bara inn í þvöguna og pökkurinn skopar út. Þetta eru SR-ingar ánægðir með, þeir fá að eyða hér tímanum og meðan þeir eru í undirtölu og gera það bara og þakka fyrir sig. Hér hins vegar góð sending beint á Sölva á blálínni og hann setur hann í slána. Þarna var pípan að vinna með Ástralanum og þá koma Fjölnismenn upp, sending þvert á blálínuna, ekki alltaf góð hugmynd eða reddast í þetta skiptið. Arnar, Bartu Kára, pökkur best yfir. Fjölnismenn að reyna að finna spil hér en spaðarnir of sleipir, þá refsitíminn liðinn og liðinn spila jöfn. Ótraustar sendingar hér niður í horninu, pökkur berst út. Kári Arnars ætla sér inn en Markus þar fyrir og rangstæður en hann segir bara allt í góðu, ég spóla mig bara gegnum 4 menn. Sá fjórði stoppa hann og Mikael Skúli hér með sendingu sem að fór því miður í gegn og það æsing. Face-off í varnarsæði Fjölnis. Fjölnir vinnur uppkastið. Kristján Hróar dregur þessi menn og kemur pekkunum frá sér en há pressa hjá SR-ingum og þeir ekki frekar en áður ætla ekki að leyfa Fjölnismönnum að taka þessa fyrstu mikilvægu sendingu frá varnarmanni upp á sóknarmann. Barátta í hornunum menn. Styrmir dansar hér í kringum sér yngri menn en Jóhann vinnur hann. Viktor reynir að koma hann út, hann gerir það, þá Tómas 1 á móti 1, 2 á móti 1. Finnur Jóhann sem á skoti hér en borgarfulltrúinn nær að koma 2 höndum yfir þennan pökk á endanum. Fyrsta virkilega hættilega sóknin hjá Fjölni hér í kvöld. Aron Levi skautar hér alveg út til hliðar og náði kilvina sem hann kastaði rétt í þessu frá sér. Allt fyrir tilþrifin, hefur alltaf verið hans einkunnarorð. Óli Þór, dómari, tekur face-offið, Fjölnir vinnur. Pökkurinn á Úlfar og hann á gott skot hér en svo að segja eins mikið í miðja bringuna og hægt er. Ágætlega útfærð sókn hjá Fjölni. Hröð og effektív en ekki endaði pökkunni í netinu þessu sinni. Óli Þór enn að gefa mönnum orðrur. Það má ekki skeika millimeter hjá þessum manni. Þess ekki að vinna pökkinn hér og næstu því búinn að koma hann upp á Pétur Mokk sem var búinn að stelast út. En þar koma Fjölnismenn höndum yfir hann. Hér eru lítil varnarmistök. Þetta var einhvers... Já, þetta var ekki... Pökkur þetta ekki í markinu þarna eins og ég held í smá stund. Heldur Sindri aðaldómari að dæma hér high stick. Og það virðist að verið á SR-ing. Við fáum face-off í miðjusvæðinu. Róbert Freyr var þetta búinn að koma auga á að Axel Orongan var staðsettur lengra út og sendingin ef SR myndi vinna var alltaf ætluð honum. Hér eru SR-ingar hins vegar að þjarma að markinu.
þeir færa hann yfir og hér verður að vera komin Fjölnismaður í pökkinn en báðir að hætta við eldan. Róbert kemur honum upp en Arnar í veseni með konum út og hann endar enn á blárri kylfu. Axel og Rókar hér með glæsilegt skot. Fær eina lömulega sendingu frá Markusi vinnu sínum. Slætar inn í slottið góða og smyr honum upp í skeytina. 4-0 eru tölur hér í gráinu. Og hér var hættuleg sókn. Robby Sigurðsson með góða sendingu á, Björn Róbert fyrirgeði með góða sendingu hér á Robby sem ætlaði að reyna að deflekta hann inn en það hitt ekki ramman og við erum hér að berjast hér í horninu. SR-ingar að ná að skapa sér yfirtölu í þessari baráttu alltaf hreint og uppskýra eftir því. Fjölnismenn á hælunum, hér hins vegar ágætis sending ef að það ekki verið mættur maður rakleiðis í smetti á Hilmari. Og alltaf eru SR-ingar grimmar á pökkinn. Hilmar hér nær ekki að snúa sig með pökkinn áður en hann fær Bjarka beint á sig og hann lætur bara vaða á markið þar sem að enginn gat undirbúið sig fyrir skotið sem bara leikurinn. Stutt, stóra högg á milli, 5-0 fyrir SR. Kristján Hróar býr til pláss. Róbert finnur hér Emil sem að defektur honum inn en þar Þorgils. Hann hins vegar finnur ekki mann en hér búið að skapast ansi langt fútreis. Gunnlaugur gegn Kristján Hróar sem að Kristján Hróar vinnur en einhvern veginn finna Fjölnismenn aldrei sendinguna. Emil reynir hér að slæta honum í svæði fyrir Kristján Hróar, það klúðrast. SR-ingar komnir inn. Gunnlaugur hendur honum í átt á markinu þar sem að Ástralinn grípur hann. Burt með þetta, segir hann. Ég vil ekki þetta nálægt húsi mínu. Face-off í varnarsvæði Fjölnis. SR-ingar taka en Björnin endar með hann. Úlfar fær pressu, spóla sig út frá einum, tveimur, þriði maður nær pökkunum. Pökkurinn hjá Axel. Þeir yfir og hér er Markus hinn ungi að láta vaða en það hittir legglífar og fer út. SR-ingar hins vegar ekki lengi að koma með annað áhlaup. Þetta með næstu búinn að ná valda pekkinu þarna en það verði ekki lengi. Bara þetta í hótnum hér. Jonathan sittur hann hér á marki og Axel rétt tippar hann sem hefði að vera hættilegt en það var ekki nóg mikið sepp á pekkinum til þess að lyfta honum upp. Hér klúður við battan en Arnar kemur með hann, setur hann djúpt, tekur hér ábyrga ákvörðun og fær ferskar lappir inn. SR-ingar hins vegar eru líka að skipta, þeir hafa kannski verið rétt að því að taka smá áhættu hér í leiknum, eru með ágætis stigabuffer.
Daniel Steinþór hér að leita að einhverju hunangssendingu. Finnur hér Styrmi. En sóknin stöðuð. Hilmar endur með pökkinn. Setur hann í hátt og upp í svæði. Viktor. Ágætis vinna en Eskirkar ná þessu og róa niður. Bjarki á hér slaka settingu og hún endar hjá Fjölnismanni sem að setja hann fyrir en Hilmar ekki í jafnvægi. Hér hins vegar lúmst skot hjá Viktori hinum unga. Hann segir þetta gott í þessa skiptingu. Ferska lappir. Róbert leitar manni. Finnur þar Emil en þetta var ekki alveg kannski lengdin sem þeir voru að reyna að fá í spilið. Eskirkar með hann niður í hornið finna ekki mann í slottinu. Kristinn Albert kemur hann ekki út. Bjarki siglir með hann inn. Leitar hann að manni í slottinu en það heiti Fjölniskylfu. Hér Artur í baráttunni. Kristinn Albert. Siglir, 2 gegn 2. Nær ekki að komast hér í gegn og Tómas ekki nóg sterkur á þessum pekki heldur. Þarna hefði verið ágætis tækifæri fyrir hann að taka þetta litla hlé og búa til aukasókn en Úlfar að senda sendingu hér í æsing. Ætliði Mikael Skúla en lengdin á kylfunni ekki næg. Face-off í vartarsæði Bjarnarins. Auðséð hér að frændarnir Björn Róbert og Robby að reyna að stilla upp í hvað lítið play. En það stöðvað. Mikael Skúli, stálharður. Úlfar setur hann upp. Ætlar hér að komast fram hjá Pétri en setur hann bara djúpt í staðinn. Þorkils með þessu að pekkinum. Finnur Robby. Og hér Bjössi komin í svæði og glæsileg sending frá Robby sem að fer beint á Björn Róbert en hann felldur við af fyrirliðanum en líklega engar varanlega slæmar tilfinningar þeirra á milli. Pálssonurinn brosir allavega við. Þetta var skyldubrot myndi sumir segja menn með þetta eitra skothund eiga ekki fá tækifæri einn á móti á marki. Hins vegar uppskera Fjölnismenn þá undirtölu í 2 mínútur. Einhver ruglingur virðist vera hér. Úlfar ætlar að koma inn sem 5. maður en hann að spila fyrir Fjölni þannig að hann verður að fara aftur út á. Dramatísk pása hér. Nei, ekki fær pökkurinn niður við þetta. Rafmögnuð stemning í húsinu. Hvenær dettur pökkurinn? Ekki núna heldur. Sindri lætur sendirinn heyra það. Eskirkar stilla upp. 5-4. Níels finnur Pétur hér. Nei, Sölva í slottinu sem að tekur skotið og það fer af markmanninum beint á Styrmi Mokk. Það með galopið mark fyrir fram að sig og lætur ekkert bjóða sig það tvisvar. Hans annað mark í kvöld ef mér skjátlast ekki hrapalega. Það svo sem ekkert ólíklegt. Staðan 6-0. Eskirkar vil. En á brattan að sækja fyrir Fjölnismenn.
Styrmir setur hann fyrir Daniel Steindór sem að næra skauta hann upp og tekur hér lítið lúmst skot en Ástralinn vakandi. Sem og þarna skapast hægt að vera fram markið en Róbert Freyr Pálsson endur hlaðinn eftir 2 mínútur í refsibóksinu og þetta að gera allt einn en hérna pökkurinn hins vegar aftur að detta fyrir Daniel Steindór sem lætur að vaða beint í blokkarinn hjá Conor. 4. varslan hjá málaranum hér á 10 sek eða svo. SR-ingar missa hann út. Jonathan reynir að koma hann fyrir en Styrmir fekk hann í skautan þarna. Kristján Hróar reynir að byggja upp spil, spila sig hér inn í Björn Róbert sem setur hann bara laumulega fyrir Jonathan. Hann ekki að búið til skot hér og SR-ingar missa pökkinn alla leið aftur. Þetta verður ekki icing heldur skipting hjá báðum liðum. Hér Úlfar búinn að koma auga á laumulegan mörð Björn Róbert lengst uppi að fela sig og býta til cherry pickinu en hann búinn að skila sér heim núna kallinn. Fjölnismenn hér með presens í varnarsvæði SR og Úlfar Andrésson að láta eina frumu vaða hér og smyr honum í fjari vinkilinn. Tók sér góða 1,7 sekúndur til að horfa upp, sjá hvað markið var staðsett og láta vaða. Þetta gott að sjá. Þá loksins búið að opna markareikning Fjölnismanna. Það gerir hinn reynslu og hokni Úlfar Andrésson. Hann var ekki seinn að mæta í uppbytun fyrir þennan leik. Hann mætti á rétt tíma. Ég hef þetta fyrir traustum heimildum. Fjölnir vinnur uppkastið. Róbert. Kristján Hróar sem með Styrmi Mokk hérna í sér en ætlar að spóla sig út en lendir í vandræðum. Arnar sér þarna erfiða sendingu og lætur vaða en Mikael Skúli kemur honum á Róbert. Kristján setur hann í svæði. Arnar nær honum ekki alveg en hérna kominn hins vegar Mikael Skúli. Hvað gerir hann? Hann siglir hér niður í hornið og felldur og enn eru Fjölnir með pökkinn en þá segir Sindri núna komið felli dóminn og aftur hafa Fjölnismenn séns á að gera sér eitthvað úr 5 manna yfirtölu í 2 mínútur. Úlfar, ég með heita skothönd, segir hann við Hilmar. Láttu mig hafa hann. Og við sjáum hvað hérna strákarnir gera núna. Reynslu mikið lína inn á hér hjá Fjölnismönnum, svona miðað við. Hilmar, Róbert, Emil. Finnur Róbert aftur. Emil, Robby uppi, lætur vaða og þá borgarfulltrúinn búinn að læsa fjærhorninu. Ekki tvísar röð, segir hann. Hérna hins vegar Hilmar að fá sendingu og dregur menn í sig, kemur honum ekki frá. SR-ingar hendur honum út og bæði lið skipta og málið líkur því að Fjölnismenn ætli hér að reyna að teygja eins mikið úr SR-ingum og þau geta. Jóhann Arnar kemst í gegnum Styrmi Róbert eins og hann að bjarga þessu og setja tilbaka. Arnar vitur djúpt. Það eins og ekki komið maður og Bjarki setur þennan út og finnur Björn Róbert sem hér einn á móti manni en hann segir bara slöppum af, heldur í pökkinn og SR-ingar gera sér sitt besta til þess að bara drepa niður tíman. 4 menn gegn einum SR-ing. Fjölnismenn ekki alveg að valda pekkinum þessi stundina.
Jóhann finnur Orra en hann ekki pækinum. Hér Axel og Rongan hins vegar með hættulegt skot og Þorgils strax eftir en það berst yfir. Sölvi fann Axel sem finnur aftur Sölva sem að setur hann beint í lappirnar á Ástralum. Þá Kristján Albert mætti með hann og hann finnur hér mann sem að finnur hann aftur en þeir náðu kylfu á þetta til bláu. Þorgils setur hann langt en það bara Róbert sem að sér sinn góða vin Emil og Fjölnismenn reyna hér að byggja upp eitthvað spil. Viktor hefði mátt líta upp þarna en þetta reddast. Þannig er Emil að nota alla sína umtalsverðu reynslu gegn Sölva, sýnist mér, og uppsker fyrir það 2 mínútur. Þriðja sinn fá Fjölnismenn tækifæri á yfirtölu. Spurning hvað hinn velvaxni þjálfari Fjölnis Steindór Ingarsson er búinn að kokka upp. Hann tekur hér ákvörðun að leyfa yngri leikmönnum að spreyta sig fyrir partinn. Treysta á hraðan greinilega. SR-ingar náðum að vera að setja þennan langt yfir og Fjölnismenn þurfa að sækja hann. Orri. Arnar. Hægir hér á. Ágætlega gert. Orri fer með það niður en eitthvað klúðrast þarna. Hann aðeins með skjálfandi hendur mögulega að vera í ábyrgðastöðu hér. Orri. Hér ekki Viktor. Þá koma þeir eldri Páblumenn inn á. Róbert hér hins vegar með klórulausa sendingu en það reddast. Hilmar kemur þessu áleiðis og Tómas setur hér vald á pökkinn. Emil bílskur á sig út úr þessari áskorun. Hilmar finnur Emil. Hann reynir hér að laumunum á Hilmar en hann var ekki alveg rétt staðsettur fyrir þetta. Hérna er hins vegar Emil að fá hættulega sendingu. Setur hann aftur á Úlfar. Úlfar lætur vaða og Aron Leví tilbúinn fyrir þetta. Þó að ágætt hafi tilraunum verið. Hilmar slakk bara á skrifstofunni. Reynir að finna sendingu og þar finnur hann Úlfar sem að hér finnur svo Arnar. Hann er eins og er smurður upp í gleri hér af Bjarka og gleymir kylfunni sinni. Bjarki setur hann langt fram og Björn Róbert er mættur hér og hann setur hann beint fyrir á Robbie en hann náði ekki að stjórna þessu. Ágætis tic-tac-toe hér hjá Bjarnamönnum út í svæðinu eins og er en Sölvi vinnur þetta á blálínni. Fjölnir losar þetta úr horninu. Orri tekur sér aðeins of langa tíma og reynir að setja sendingu í gegnum Pétur. Það tekst ekki. Hér er Þorgils að spóla sig inn í varnarsvæði Fjölnis og nær ekki að koma sendingu fyrir markið. Núna hins vegar setur hann upp á varnarmenn sem leggja hann að marki Fjölnis en ekkert var úr því. Leikdóminn í annari lotu runnin út og staðan hér 6-1 fyrir gestunum. Mörkin í þessari lotu 1 fyrir Fjölni, 2 fyrir SR ef við skjáttast ekki og er það sannarlega bæting frá því þeirri fyrstu. En við tekum aftur stutt hlé.
Jæja, góður áhorfendur. Velkomin aftur á skjánum. Það var að hefjast þriðji leikluti í leik Fjölnis og Skautafélags Reykjavíkur hér í Grafarvoginum. Shoutout á Góna skotið sem að situr hér fyrir neðan með ölkrús og 2 pör af sólgleraugun á hausnum. Þetta gefur lífinu lit. Alltaf gott að sjá heita stuðningsmenn á knattleikjum. Við erum komin á stað og Fjölnir vinnur puckinn, misleikur sending hérna í miðsvæðinu og Sölvi reynir nákvæmlega sama múf. Það heppnast jafnvel. Róbert Freyr setur hann í örvendingu út til batta og ekki nógu mikið lífivögun hjá Fjölnismönnum þessa stundina. Sending á Sölva, ber hann inn, lítur yfir, að leita að þversendingunni en velur traustari valkost, setur hann á bakvið og Jonathan þá upp á Kára yfir á Þorgils. Hann sér Sölva en Kilvan var ekki réttu megin. Hérna hins vegar Jonathan með hættulega sendingu en hún finnur ekki Axel. Axel hér að sveifla sér fram hjá öllum Fjölnismönnunum en skotið hafnar ekki í netinu. Kristján Albert reynir að koma út en veldur ekki. Bert á styrmi sem setur hann hér fyrir og það og maður mættur flýgur hér hreinlega yfir Conor White í markinu. Kristján Albert, hann með hann, setur hann á Emil sem er í skrifstofunni og hvað gerir hann hér? Hann sér varnarmann en dregur í sig mann og annan finnur ekki Kristján Albert. Róbert Freyr mættur á puckinn hins vegar og setur hann aftur á bakvið. Það voru 2 á skrifstofunni en Emil ákveður að taka puckinn. Hér að dansa sig út úr vandræðum en hérna berst puckurinn á Tómas sem er feldur. Kristján Albert reynir að setja niður en þar enginn í svörtum búning og Hesseringar ekki lengi að koma út. Gunnlaugur kemst ekki fram hjá Mikka. Tómas þarf að stoppa hér til þess að koma þessum pucki í skjól og Róbert til hliður í stóra sendingu beint á Arnar sem er í ágætri stöðu en lætur vaða á markið og enn eru Fjölnismenn að ögra. Bjarki situr hér fasta sendingu á Pétur. Hann setur hann djúpt niður. Pétur Róbert. Vörnamann. Og skot hér sem að Elvar í markinu nær. Robby Sigurðsson hér í baráttu hefur betur og Hesseringar komin út. Pétur tekur touchið hérna en það berst bara beint af Viktor sem hendur hann inn og fær skiptingu fyrir Fjölni. Góð sending hér hjá Bjarka á Ómar en hann fellur við, vildi fá dóminn. Hér í Hilmar hins vegar komast í gott færi en hann setur hann á hvínandi hraða bara framhjá og í raunir ísar hann tilbaka en Björn Róbert ítir þar allri mótstöðu í burtu. Hilmar lítur upp, whiffar. Ómar Freyr nær honum ekki. Róbert aftur á Hilmar og hann tekur á rás. Gegn 2 bláum, gegn 4 bláum. Sittur puckinn þarna í gegnum klofið og fær tæklinguna en snýr sér út úr henni eins og sannur ballettdansari. Hilmar enn og aftur með puckinn. Finnur hér Kristján Albert á hællum stað sem setur hann svo bakhandar bara beint í blaðið hjá Danli Steinþór og þá er Björn Róbert komin á frá. Nei, það er Þorgils fyrirgefið. Hann er með ótrúlegt skot hér beint í stöngina. Og þá fellir dómur. Sindri segir Róbert Freyr, þú hefur verið dæmdur fyrir tripping. Hypjaði í bóksið í 2 mínútur.
Hér ykkur miskilningur verðist vera. Sindri dómari mættur hér í boxið til þess að gefa krúinu orдрur. Bæði lið ráða ráðum sínum sem hér Emil Allingard gefa ungum liðsmönnum fyrirmæli hvað skuli gera þegar spilað penalty kill. Hvað pökkurinn fer hann á bakvið, segir hann. Á ég bara að henda honum út? Já, höfum það bara þannig, segir Emil líklega. Nú eru liðin hins vegar halda hér sé alltaf að vera tilbúið en það ekki svo. Sindri ennþá gefandi skipanir hér í boxinu. Það sama uppröðun í penalty killinum Fjölnis og áður. Tveir ungir, tveir aldnir. Hinn öldnu Viktor og Emil. Viktor hinn yngri og Orri hinn yngri eru með þeim í framvarasveit. Þá hins vegar eru leikar að fara af stað. Og Fjölnir vinnur uppkastið. Viktor á nafna sinn sem setur hann greiðfærislega út og S-eringar reyna hér upp spil. Kári komst nokkuð léttilega fram hjá Emil en hann komst þarna inn í sendingu hins vegar en Sölvi enda með pökkin. Axel upp á topp, finnur Kára aftur á Axel. Kári aftur, setur hann fyrir þarna en Smiley sér við þessu. Bara það í hóðinu. Fjölnismenn láta finna fyrir sér en engin dómur. Axel gegn Emil. Kemur þarna lítið fyrildi fljúandi yfir markið sem að Smiley tegir sig í. Enda fyrir aftan. Axel með hann. Setur þarna lúmska sendingu í sauminn en það endar út í batta. Hér eru S-eringar hins vegar með mjög snirtilegt spil í gegnum miðjusvæðið. Viktor kemur honum ekki út. Viktor hinn eldri kemur honum ekki út. Axel Níels aftur á Axel. Lappar inn, finnur Kára og hann ætlar að reyna að setja hann neðarlega en það endar alla leið hinum megin á vellinum. Bæði lið skipta. Björn Róbert finnur Gunnlaug. Robby Þorgils. Bjössi horfir upp, finnur Þorgils sem finnur Robby. Þarna Pétur á bakvið og þarna kemur hættuleg sendingin í slottið en S-eringar ná ekki að gera sér kápu þessu klæði. Róbert Freyr Pálsson hins vegar að snjópláa sig hér í gegnum vörnina en Þorgils á gott skaut tilbaka og nær að trufla fyrirliðan nægilega svo hann fær ekki skot en þetta ekki leyfilegt, segir Sindri. Hér skemmtilegur atburður að eiga sér stað. Áhorfendur góðir. Það 2 mínútna brottvísun á SR sem Þorgils ósáttur með en enn fremur fær hunangshöndin Róbert Freyr Pálsson vítaskot. Það hrópuköll úr stúkunni á báða bóga, sumir hæstánæðir, aðrir síður en svo með þennan dóm. En við hér í sjónvarpslandinu, þetta viljum við sjá. Sindri skerpir á reglunum fyrir leikmenn á 2, Róbert Freyr. Það var að geiga ekki. Hann leggur hann niður en Aron Levi
Hann sá við þessu múfi hjá Róberti. Hann mögulega ekki búinn að fara nógu mikið í vítaskotinu undanfarið. Virðist hafa gleymt að taka þarna seinustu hreyfinguna. En ágætist tilraun engu að síður. Staðan hins vegar söm eftir þetta. Fjölnir 1, SR 6 og dómurinn virðist hafa verið jafnaður út og liðin eru enn jöfn að tölu. Fjölnir vinnur. Emil niður í hornið. Er að setja bílskúrinn á menn og hérna nær hann að finna Hilmar sem að, nei, Tómas fyrirgefið sem að setur hann hátt yfir. Leggur hann niður í hornið. Það er Kristján. Nær ekki að valda honum. Tómas. Reynir að finna Emil en hann var of djúpt grafinn þarna í bláum búningum. Styrmir gegn Úlfari. Hér er hins vegar Daniel Steinþór að lauma sér framhjá Viktori í varnarsvæði Fjölnis. Þarna má setja spurningaverki við varnarleik. Eru menn nógu vakandi. Og síðsvona er staðan orðin 7-1 SR í vil. 12 mínútur 48 sekúndur eftir af þessum leik hér í Voginum góða. SR-ingar vinna uppkastið. Bjarki kemur honum djúpt. Bjarki hér ennþá í hörku vinnu. Hann og Róbert fallast í faðma og leggjast í ísinn. Hér er Mikael Skúla að komast í ágætis færi. Aron Levi, bólgafulltrúinn Knái var... hér er Mikael Skúli enn og aftur komin í góða stöðu. Aron Levi næstu búinn að gefa þeim autt markið þarna til þess að skjóta á en það hefnast ekki. Hér er Pétur hins vegar með glæsilega gabbhreyfingu gegn Mikael Skúla. Nei, Jóhanni fyrirgeði en náði ekki að klára bakhandaskotið. Björn Róbert leikur sér hér að yngri leikmannum Fjölnis. Skotið kemur frá bláu en endar út í horni. Axel. Hér er skot sem að Smiley tekur. Frá Waterfrey. Axel kemur inn. Hoppar þarna fram hjá Jóhanni. Endar á Þorgils og hann tekur skotið en deflektað niður í horn. Hér er einhvers konar loftfimleikar hjá Viktori. Axel reynir að finna Sölva en það berst í hælan á honum. Viktor vinna við að þjösna þessu út og það hefst á endanum en það er bara Axel og hann róar leikinn niður og horfir upp. Finnur Kára sem setur hann niður og Sölvi eltir. Reynir að snúa af sér hérna 2 Fjölnismenn en það virkar ekki. Hér eru þeir næstu komnir út en þessi pökkur endar eins og það er í netinu fyrir aftan markið og við fáum face-off. Hér endar Kristján Albert með pökkin eftir face-off og hótaði því að skipta mönnunum í tvennt en ákveður frekar að fara með hann til hliðar. Emil upp á Róbert, setur hann Úlfar. Hann setur hann djúpt niður, þessi mögulega hefði mátt fara á ramman en það gildir einu. Enn eru Fjölnismenn með stífa pressu hér, hann finnur Tómas sem að setur hann á markið en það fer í blokkarinn. Enn eru Fjölnismenn að veita pressu og Aron Levi
stendur sem stytta. Róbert. Emil. Aftur á Róbert. Sittur hann fyrir en Aron Leví sterkur sem áður. Þarna Úlfar laður við jörðu. Og Styrmi Mokk setur bara létt skotinn og vonast eftir pansunni en það endar út í horni. Róbert Freyr tekur þennan pökk og allir leikmenn þér virðist fegnir tækifærinu að fá að hvíla sig. Skipting að báða. Fjölnismenn byrjaði spilið. Góð sending hér á Mikael Skúla sem setur hann yfir á Arnar sem á skot á markið en beint í hanskan. Daniel Steinþór finnur Styrmir hér en hann nær ekki að snúa Viktor af sér. Pökkurinn aftur á Daniel Steinþór. Hann hilst að snýra af sér mannin og annan. Og þann þriðja, næstu því þann fjórða en Styrmir tekur við pekkinum og snýr sér hérna, lætur vaða. En pökkurinn ekki á ramman. Mikill barátta hér á skrifstofunni. Viktor kemur þess á Mikael Skúla sem að lítur upp. Tekur áskorunni en nær ekki að komast lengra en á bláulínuna. Þá gefur Bjarki í. Finnur Daniel Steinþór. Hann gengur hér inn fram með Viktori en Hilmar kemst inn í þessa sendingu en nær ekki að senda þetta fram. Þá Björn Róbert að með litla sýningu hér í slottinu. Hér grípur Viktor einfallega skotið frá Otra Rey. Segir þakkaði fyrir þetta, ég skal bara taka við. Otri gegn Viktori. Pétur finnur Robby sem að reynir að lauma honum fyrir en tekst ekki, missir hann hins vegar ekki. Pétur léttilega framhjá einum, framhjá tveimur og setur hann í fjærháttið hér á Smiley. Sá það hann var komin á land. Sýndi hér glæsileg skíðasvig tilþrif. Ekki bara glæsilegur á skautum Pétur Mokk heldur eins og ljóð á löppum í brekkunum. Það veit ég af eigin raun. Staðan hér þegar 7 mínútur og 48 eftir. Fjölnir 1, SR 8. Töluverð einstefna verið hér í þessu leik fram að þessu. Og það að vona að hinnir yngri og reynsluminni leikmenn Fjölnis geti nýtt sér þetta til þess að safna hressilega í reynslubankan. Kristinn Albert hér ekki með nógu góða sendingu niður í horn en pikar eins og upphækkinn sjálfur og Fjölnismenn skauta út. Emil niður í hornið. Kristján setur hann djúpt. Pökkur berst á Róbert. Skautar inn. Nær honum ekki fram hjá Sölva en Tómas fyrir á pökkinn. Setur hann eins og beint á milli varnarmannana og kostar þar Fjölnismenn skautið tilbaka. Úlfar þarf að skora á menn þarna með hraðanum og þegar þeir eru svona margir þá það mjög erfitt og þarna Axel að setja hann einhvern veginn á ótrúlegan hátt í ytri skeytina og út úr þessu færi. Þarna var Axel aftur með sendingu á Sölva sem að setja hann á markmann. Hann berst tilbaka og klárar þarna færi úr lága slottinu og SR-ingar taka ekki fótina af bensínu mínútu seinna og staðan orðin 9-1. SR í vil.
uppkast. Fjölnir tekur. Viktor reynir hér að finna erfiða sendingu og hún endar hjá bláum. Níels skautar með hann inn. Hann reynir að peka þetta upp en skautar hér á kusk. Má halda. Hér er Níels hins vegar með hættulegt færi en setur hann vel yfir slána. Annað færi í kylfu og það berst út fyrir vallamörk. Sellinga að vinna þetta uppkast og pökkurinn berst niður að marki Fjölnis en þaðan kemst hann út. Berst til Emil sem að setur hann óvart í bláan líkama en fara hann hér aftur. Hvað gerir hann? Setur hann djúpt og þá er Tómas mættur. Otri hins vegar sá við þessu en setur hann niður. Hér er ykkur miskilningur á blá linni en Kristján Albert kominn í gott færi en setur bakhöndina hér framhjá. Róbert Freyr róar þetta niður. Sér Emil, setur hann á hann en þetta var erfið sending og hér liggur mjög nálægt rangstöðu hjá bláum en þessi leikur flýtur og Fjölnismenn berjast hér í bökkum að komast inn í vallasvæði. Hér er Arnar með gott skot sem endar í öxlinni á Aron Levi og önnur sleggja sem var baseballað þarna af vístum. Aron Levi grípur það einfaldlega. Face off í varnarsvæði SR. Markus tekur þetta. Björnin hins að vinnur pökkinn á bakvið markið. Pökkur berst fyrir framann en þar var enginn sem að nefndi að peka hann upp. Hér hins vegar Fjölnismenn að berjast að bláu línni. Arnar, Viktor, lætur vaða hér. Aron við öllu viðbúinn. Það skipta bæði lið. Hilmar með tækifæri hér, 2 tækifæri, viffar einu og setur það setna framhjá en skemmtilegt lítið play. Sölvi á Kára beint aftur á Sölva og hann skýðir hér framhjá og þarna var mjög hættulegt færi að skapast en Hilmar bara einfaldlega skautaði inn í sendinguna og fer með hann inn í varnarsvæði SR. Nær ekki þessari tæklingu. Hefði mátt ákveða að taka annarkvort pökkinn af mannin en ekki bæði. Það reyndist honum erfitt. Hér er Bjarki að setja upp á Arnar Mána og Bjarki fara tilbaka. Axel sér Kára. Ákveður að gefa hann ekki heldur reyndi þarna að fiska réttilega dóm en fekk hann ekki. Sindri hættur að gefa dóma í þessu leik. Þessi ríkar ágæti spil. Þarna var lúmst spil hjá Axel en vildi svo til að Artúr var akkurat fyrir. Róbert kemur hann ekki út en Tómas pikkar hann hérna upp, setur lúmska sendingu á Emil en erfitt þykir þeim svörtu að valda pökkinum. Tómas setur hann niður, Robby
fær pressa á sig og setur hann á Orra þarna sem var ekki alveg nótt nokkur að bregðast við. Hér hins vegar erfitt færi en glímur skotrið á Smiley í markinu. Kristján Albert að sóla sig hér endalaust í gegnum bláa menn en einhvern veginn klúrast þetta úr höndunum á Aron Levi. Styrmir hins vegar róar þetta niður, peikar þetta upp og hendur svo bara í burtu svo bláu getur tekið skiptingu. Þá Viktor komin að rás. Reynir bara að stoppa hann. Finnur ekki sendinguna í miðunni og Björn Róbert gegn Orra. Reynir þarna sendinga á Robby en Orri potaði þessum í burtu. Það mér sýndist. Haukur. Arnar. Róbert, Björn Róbert. Þessi hér, niður á Pétur, Markus. Sér línuna og lætur vaða hér og Björn Róbert deflektar þessu inn. Þetta var snirtilega afgreitt hjá þeim félögum og 1 mínúta og 45 sekúndur eftir þessum leik. Og S-inningar komnir í 2 stafa tölu hér í markatölu. Staðan Fjölnir 1, SR 10. Stærðargráða munur hér á markatölu liðana en baráttuendinn enn í þeim svörtu. Erfiði á blálínni. Hér erfitt. Benedikt með rokna skot hér frá blálínni. En Smiley sér við því. Bjarki, Benni. Kári finnur Axel sem reynir að koma hann í gegn þarna en Kristján Albert fyrir og hér Hilman að spóla sig í gegn en þessi sending var mjög erfið. Róbert reynir að finna Óla en hann ætlar að taka mótanum þarna með tánni. Jóhann Robby næður hann ekki og pikkar hann hér á loftinu en þá Óli Þór að fá að þrusa í flautuna í fyrsta sinn í þessum leik. Þetta að þessum þuli telst fyrsta rangstaðan sem hefur verið dæmt hér. Fjölnir tekur þetta uppkast. Viktor kemur honum á Kristján sem finnur Emil. Hann skautar með hann inn. Og hér að skapast færi en hann lautur bara vaða á. Það beint í bringuna á Aron Levi. Tómas Stúri setur á fyrir og Emil sem kemur hún svo á Kristján Albert og hann klárar þetta að mikill snild. Snirtilega afgreitt hjá þeim drengjum og örlítil sárabót. Hér í blá lokin þegar 21 sekúndar eftir þá Fjölnir að setja sitt annað mark. Staðan eins og áður segir Fjölnir 2, SR 10. Fjölnismenn taka sér hér lítið bessaleyfi og fagna. S-inningar hins vegar búin að fá nóg af þessu og vilja fara að fá sér vangi og góðan drykk. Mikael Skúli skautar inn og enn með hann finnur mann hér í slottinu en það pikkað í kilnum í honum. Pétur reynir að setja hana á Björn Róbert sem einfallega neitar að taka upp pekkinum. Segir ég læt ekki bjóða mér þetta lengur, ég á tímaukaupi hér og minn tími búinn. Leiktíminn rennur út og lokatölur í gráfunum í kvöld hér Fjölnir 2, SR 10. Stærðar munur hér á þessum liðum virðist vera
Fjölnismenn hafa átt örlítið erfitt uppdráttar í vetur en það kemur dagar eftir þennan dag og við hér í tæknibóksinu þökkum kærlega fyrir okkur.